Það er komið að því Mottumars, mánuðurinn helgaður baráttunni gegn krabbameinum hjá körlum og hér eru mikilvæg skilaboð frá Mottumars. Í ár er mottukeppnin á sínum stað eftir nokkurra ára hlé. Að því tilefni fengum við einvala lið flottra karlmanna til að setja upp mottu fyrir Mottumars. Þeir voru allir reiðubúnir að gefa tíma sinn og styðja málefnið þó þeir tengist því á missterkan hátt. Krabbamein kemur okkur öllum við. Einn af hverjum 3 Íslendingum má vænta þess að fá krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni og hinir 2 geta vænst þess að vera nákomnir þeim greinda eða allavega þekkja einhvern sem berst við krabbamein. Þessar tölur eru ekki lottótölur, heldur okkar tölur og við fylgjumst náið með. Á hverju ári greinast nú 860 íslenskir karlar með krabbamein. Þjóðin stækkar og meðalaldur hækkar og því má vænta þess að þessi tala fari hækkandi. En Krabbameinsfélagið vinnur að því að hemja þá hækkun. Eitt markmið Krabbameinsfélagsins er að færri fái krabbamein. 320 íslenskir karlar deyja á hverju ári úr krabbameinum. Það er of mikið og annað markmið Krabbameinsfélagsins er að fækka dauðsföllum af völdum krabbameina. Í árslok 2019 voru 7110 karlmenn á lífi sem greinst höfðu með krabbamein. Þeir voru á misjöfnum stað, sumir nýgreindir, aðrir að lifa með sínum sjúkdómi og enn aðrir töldust læknaðir. Margir í þessum hópi eru á einhvern hátt laskaðir eftir sjúkdóminn eða meðferðina. Þriðja markmið Krabbameinsfélagsins eru bætt lífsgæði fólks sem hefur fengið krabbamein. Við vinnum að markmiðunum okkar með fræðslu og forvörnum, ráðgjöf og stuðningi, hagsmunagæslu og rannsóknum, bæði okkar eigin og sem við styrkjum í gegnum vísindasjóðinn okkar. Hjá félaginu starfar fólk fyrir fólk og við látum okkur allt varða sem við kemur krabbameinum. Krabbameinsfélagið er félagasamtök og aðildarfélögin eru 30, en þar á meðal eru bæði svæðafélög og stuðningshópar sjúklinga allt land. Mottumars gegnir tvíþættu hlutverki. Annars vegar er það fjáröflunarátak sem skiptir gríðarlegu máli fyrir starfsemi félags sem treystir alfarið á stuðning almennings í landinu. Velunnarar félagsins, Bleika slaufan og Mottumars, eru langstærstu liðirnir í fjáröflun félagsins. Sokkarnir koma í verslanir allt land og vefverslun á mottumars.is miðjan mánuðinn og í ár er líka hægt að safna áheitum fyrir félagið í gegnum mottukeppnina sem nú er haldin aftur eftir 6 ára hlé. Endilega kynnið ykkur málið á mottumars.is. Hins vegar er Mottumars fræðslu og árverkni átak og þá er það sviðsljós sem skapast í mars nýtt til að koma mikilvægum skilaboðum til sem flestra. Og þá vind ég mér í skilaboð frá mars, eða já, skilaboð Mottumars. Árið 2018 söng rakara kvartettinn í Mottumars einkenni krabbameins í blöðruhálskirtli. Kraftlaus buna, svefnleysi, pissustanda næturlagi og svo framvegis. Krabbamein í blöðruhálskirtli er algengasta krabbamein íslenskra karla en 200 karlar greinast árlega með meinið. Meðalaldur við greiningu eru 70 ár og þó að sjúkdómurinn sé í sumum tilfellum ágengur og erfiður viðureignar er yfir 90% karla á lífi 5 árum frá greiningu. Í flestum tilvikum er sjúkdómurinn hægfara og veldur jafnvel aldrei einkennum, sérstaklega ef hann er staðbundinn hjá eldri körlum. Það er því ekki þannig að einkennalausir karlar eigi endilega að láta leita að krabbameini í blöðruhálskirtli. Málið er flókið og hægt að kynna sér það á ákvörðunartæki.karlaklefinn.is. Ekki skyldi þó hika við að leita til læknis ef einkennin sem rakara kvartettinn söng gera vart við sig. Árið 2015 dilluðu karlar bossanum við lag Amaba Dama, Hossa Hossa.
Tilgangurinn var að vekja athygli á ristil- og endaþarmskrabbameini sem er næst algengasta krabbamein íslenskra karla en 100 karlar greinast árlega með meinið. Ristil- og endaþarmskrabbamein byrja sem góðkynja separ og þróast á löngum tíma yfir í krabbamein. Þess vegna er oft hægt að koma í veg fyrir eða finna þessi mein á byrjunarstigum með ristilspeglun eða leit að blóði í hægðum og auka þannig líkur á lækningu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með því að þjóðir leiti skipulega að vísbendingum 3 krabbamein hjá einkennalausum einstaklingum. Það eru brjósta- og leghálskrabbamein hjá konum og ristilkrabbamein hjá bæði konum og körlum. Krabbameinsfélagið hefur með samstarfsaðilum lagt mikinn tíma og fjármuni í undirbúning skimunar, meðal annars með heilbrigðisráðuneytinu, en stjórnvöld hafa enn ekki komið skimuninni á laggirnar. Ábyrgðin er því ennþá alfarið í höndum einstaklinga. Fólki á aldrinum 50 til 75 ára er ráðlagt að hugsa eigin rass og ræða við lækni leit að ristil- og endaþarmskrabbameini. Árið 2017 var röðin komin að 3. algengasta krabbameini íslenskra karla en rúmlega 80 íslenskir karlar greinast á hverju ári með lungnakrabbamein. Einu sinni héldum við að jörðin væri flöt, við héldum að það væri til nóg af geirfuglum og að allur matur væri betri í hlaupformi. Við héldum að öryggisbelti væri algjör óþarfi og að geimverur myndu lenda á Snæfellsjökli. Í dag vitum við svo miklu betur. Samt notum við enn tóbak. Tóbak er tímaskekkja, þú veist betur. Og rannsóknir sýna að flestir vita betur, vita að tóbaksnotkun er helsta orsök krabbameins sem hægt væri að koma í veg fyrir. Sem betur fer hefur mjög mikið áunnist á undanförnum áratugum og reykingar barna heyra nú alveg til undantekninga. Það er alltaf klár ávinningur af því að forðast tóbak og það er líka alltaf ávinningur af því að hætta að nota tóbak, sama hversu langt síðan maður byrjaði eða hvað maður er gamall. Munið þið eftir þessum úr allra fyrsta mottumars árið 2010? Þá var sjónum meðal annars beint að krabbameini í eistum og að það sé kúl að þreifa á kúlunum. Eistnakrabbamein eru frekar sjaldgæf, en eru samt algengustu krabbamein ungra karla. 10 karlar greinast árlega og meðalaldur við greiningu eru 34 ár. Lífshorfur eru góðar og 99% karla eru á lífi 5 árum eftir greiningu. Með því að þreifa eistun reglulega finna menn fljótt ef einhverjar breytingar verða og þess vegna er mælt með því að þreifa þau einu sinni í mánuði og athuga hvort það finnist nokkuð þykkildi eða fyrirferðaraukning. Almennt er það þannig með líkamann okkar að ef eitthvað er öðruvísi en venjulega, án skýrra orsaka eða stendur yfir í langan tíma, þá er mikilvægt að leita til læknis. Dæmi einkenni sem vekja grun krabbamein, þó þau geti líka verið af saklausari toga, eru óvenjuleg blæðing, þykkildi eða hnútar, óútskýrt þyngdartap, þrálátur hósti eða hæsi, kyngingarerfiðleikar, sár sem ekki grær, óþægindi frá meltingarvegi, breytingar á hægðum eða þvaglátum, breytingar á fæðingarblettum, óvenjuleg þreyta eða verkir. Þorsteinn Guðmundsson var með mikilvæg skilaboð í mottumars 2012 og við vitum að þau skipta raunverulegu máli. Davíð Ólafsson, óperusöngvari, tók þátt í mottumars 2019. Fyrir greiningu ristilkrabbameins hafði Davíð tekið eftir einkennum sem hann hélt fyrst að gætu tengst mat sem hann hafði borðað. En svo segir hann: Ég hafði hlustað á auglýsingar mottumars nokkrum árum áður, þar sem Þorsteinn Guðmundsson leikari og vinur minn las slagorðin. Ég fékk hann á öxlina með alla frasana, ekki segja pass við þinn rass og svo framvegis, og þetta sat í mér þegar einkennin héldu áfram, heyrði ég stöðugt í honum. Ég átti að láta athuga mig og ekki vera feiminn við það. Og það er ástæðan fyrir því að ég fór og lét skoða mig.
Og Þorsteinn var með fleiri góð skilaboð í Mottumars 2012 hér hreyfingu. Hreyfing var líka í aðalhlutverki í Mottumars 2020 þegar Laddi fór fyrir hraustum hópi karla sem kynntu til leiks heilsuráð Mottumars. Ástæðan fyrir því að hreyfing kemur aftur og aftur sú að regluleg hreyfing í að minnsta kosti hálftíma á dag dregur úr líkum á krabbameinum. Fleiri þættir skipta máli, en rannsóknir sýna að hægt að koma í veg fyrir 30 til 50% krabbameina með heilbrigðum lífsháttum. Heilsuráð Mottumars 2020 minna á það sem skiptir máli og því ekki úr vegi að rifja þau upp. Nú vitum við betur en að nota tóbak, það ekki? Það skiptir máli að forðast allar gerðir tóbaks sem og óbeinar reykingar. Allar tegundir áfengis auka líkur á krabbameinum, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Best að sleppa áfengi og minna alltaf betra. Þessir flottu menn minna okkur á að borða rétt og drekka vatn. En hvernig borðar maður rétt? Jú, það er átt við að borða fjölbreyttan og næringarríkan mat í hæfilegu magni, borða grænmeti, ávexti og heilkornavörur daglega, borða baunir, hnetur og fræ reglulega, takmarka neyslu á rauðu kjöti og forðast unnar kjötvörur, takmarka neyslu á unnum matvörum sem innihalda mikinn sykur, salt eða mettaða fitu, forðast sykraða drykki, drekka vatn eins og Óli Stef. Og ekki mælt með notkun fæðubótarefna til að minnka líkur á krabbameinum, þó hérlendis sé öllum ráðlagt að taka D-vítamín. Verjum húðina í sólinni og forðumst ljósabekki. Fylgjumst með líkamanum og bregðumst við einkennum. Og munum að góður svefn undirstaða heilsu. Heilsuráðin eiga við alla, fólk sem hefur greinst með krabbamein og aðra. Þá snúum við okkur að öðru en auk þess að fræða einkenni og forvarnir hefur Mottumars lagt áherslu á að karlar eigi ekki að láta karlmennsku ímyndina standa í vegi fyrir að bregðast við einkennum eða þiggja stuðning í veikindum. Munið eftir hetjunum sem sungu í Mottumars 2013. Ég karlmaður, ég ekki úr stáli, ég get veikst og ég get grátið. Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins býður upp á fjölbreyttan stuðning og ráðgjöf fyrir fólk með krabbamein og aðstandendur þeirra, fólki að kostnaðarlausu. Þangað leita margir karlar á hverjum degi. Í Mottumars 2014 hvöttu hraustir menn alla til að svara hrausti kallinu og vera með í Mottumars. Og í Mottumars 2016 sáust menn harka af sér einkenni og sársauka sem gætu bent til krabbameina, ekkert væl. En þeim var ráðlagt að farast ekki úr karlmennsku, láta ekki svona, læra að þekkja einkennin. Það ekkert mál. Á heimasíðu Krabbameinsfélagsins hægt að lesa krabbamein, forvarnir, einkenni, krabbameinsrannsóknir og svo margt fleira. Krabbameinsfélagið líka með sérstaka heimasíðu karla og krabbamein, karlaklefinn.is, þar sem Helgi Björns, Gunnar Nelson og félagar flykktust í þegar hann var opnaður í Mottumars 2019. Þá komið að leiðarlokum í bili. Takk fyrir að gefa þér tíma til að hlusta. Gleðilegan Mottumars og söfnum mottu, söfnum fé. Takk fyrir okkur.